Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín, vikulegan þátt okkar frá sjónvarpi Víkurfrétta. Í þættinum skoðum við eitt flottasta hótelið á Suðurnesjum, fáum magnaða lýsingu Matta Óla þegar hann lenti í sjávarháska undir 60 metra háu Krýsuvíkurbjargi og sýnum ykkur frábærar drónamyndir af loðnuskipinu Heimaey sem var að veiðum við Grindavík. Við hefjum leikinn við smábátahöfnina í Keflavík á Hóteli Berg. Á síðustu árum með uppgangi í ferðaþjónustuna á Suðurnesjum hafa hótel og gististaðir risið og veitingastaðir opnað, þó staðan kunna hafa breyst á veiruári. Hótel Berg opnaði fyrir nokkrum árum en ekki alls fyrir löngu var hótelið stækkað með tilheyrandi breytingum á húsnæðinu og nú nýlega opnaði þar nýr veitingastaður, Fiskbarinn, en hann sérhæfir sig í fiski og grænmeti. Hótel Berg staðsett á skemmtilegum stað við smábátahöfnina í Keflavík og við hittum hótelstýruna Önnu Grétu Hafsteinsdóttur að máli og spurðum hana út í þetta glæsilega hótel. Þetta er svona boutique hótel sem við erum með. 36 herbergja og 5 herbergjatýpur. Það er búið að vera svona í þessari mynd sem það er í dag, svona síðan 2019. En helstu framkvæmdina voru gerðar hana 2018. Þá var gerð viðbygging við hótelið og það var svona breytt og bætt og er í rauninni þeirri mynd sem það er í dag. Og þá var allt í bullandi sveiflu, getum við sagt, í ferðaþjónustunni. Já, algjörlega. Og mikið bókað hjá okkur. Alveg. Já. Bæði á sumrin, líka vetuna. Því að fólk er mikið að koma skoða norðurljósin og upplifa svona vetrar Ísland. Og við njótum alveg góðs að því líka þegar það er brjála veður og flugvöllin er lokaður. Þá eru mjög margir bókaðir hérna hjá okkur á hótelinu. Það er alltaf einstök staðsetning hérna í bæjarfélaginu. Hún er náttúrulega dásamleg. Þú ert í Keflavík en samt ertu aðeins frá bænum. Og smábátahöfnin sem er hérna hliðin á okkur, hún skilur svolítið að. Og svo sömuleiðis að þó svo við séum stutt frá flugvellinum, að þá erum við ekki neitt vör við mikinn nið í flugvélunum eða því líkt. Þannig að þetta er alveg svona mjög margir góð kostir við þessa staðsetningu. Hver hafa svona viðbrögðin verið hjá gestunum? Oftast, alltaf, eiginlega, bara vá. Ég sá að myndirnar voru æðislegar en ég bjóst ekki við þessu, sem er bara frábært, sko. Þannig að þið hafi augljóslega mikla trú á því að þessi hægt að reka hótel svona nálægt flugvellinum. Bara engin spurning. Miðað við áður en að COVID kom, þá gekk þetta bara rosa vel og brjálega að gera, sko. En nú vorum við búin að vera í ár í COVID og hvernig hefur sá tími verið hjá okkur? Hann hefur verið erfiður, krefjandi, hann er ekki hægt að neita því. Gjör ólíkur því sem áður var, en við með hækkandi sólu og aukinni bólusetningu að þá bara trúum við því að framtíðin sem björt. Við höfum alltaf bara brugðist hratt og örugglega við og það hefur gengið bara ágætlega og það hefur alveg verið nóg fyrir stafni þó svo að ferðamennirnir eru ekki endilega að koma. Og það er náttúrulega veitingastaðurinn okkar, Fiskbarinn, sem við erum nýlega búin að opna, sem er kannski merki það að við erum alveg búin að hafa eitthvað fyrir stafni. Nota tíma vel í COVID-inu. Nýjar hugmyndir að fæðast. Algjörlega og ráðast í framkvæmdir sem kannski við náðum ekki að fara í á þeim tíma. Og það er algjörlega frábært hvað viðtökurnar hafa verið góðar frá því við opnum 15. janúar síðastliðinn. Og eiginlega alveg bara ótrúlegt að í því ástandi sem það er akkurat núna að hafa náð að vera með veitingastað sem er svo gott sem full bókaður þau kvöld sem við verðum með opið, sko. Og það er rosalega gaman hvað
Viðtökurnar hafa verið góðar og við erum rosalega þakklátt fyrir það. Eru Íslendingar að koma og gista núna í kófinu? Já, algjörlega. Og þegar við opnum veitingastæðin, Fiskbarinn, þá erum við loksins komið með þennan pakka sem er svona þetta að svona upplifun frá A til Ö, koma inn, tjekka sig inn, fara inn á herbergið og njóta þess sem við höfum hérna upp á að bjóða, borða, frábæran mat sem hann Hákon gerir, sem og fara í heita pottinn hjá okkur, sofa kannski út, fara svo í morguverðinn og bara búin að fá svona smá öðruvísi frí, þó svo þú hafir ekki verið að fara til útlanda, sko. Og það hefur gengið rosalega vel og við erum bara fullbókuð margar helgar, sko. Þannig að viðtökurnar hafa verið æðislegar og við erum virkilega ánægð með það. Já. Já. Þannig að Íslendingar hafa tekið ykkur vel. Já. Og vilja koma á Fiskbarinn í Keflavík. Já, klárlega. Já. Og við erum náttúrulega með svona nýja nálgun og það virðist vera að fólk sé tilbúin að pröfa. Þetta er sjávarrétta og grænmetisstaður og þetta er búið að ganga rosalega vel. Já. Landsþekktur matreiðslumeistari Hákon Örn Örvarsson, sem meðal annars hefur starfað sem yfirkokkur á veitingastaðnum Vox og Michelin veitingastaðnum Linster í Luxemburg, er yfirkokkur á Fiskbarnum og við hittum hann í eldhúsinu. Þá erum við komnir á barinn, Fiskbarinn, hann er svolítið skemmtilegur. Gaman að sjá þig hérna, Hákon, og velkomin til Keflavíkur, Reykjanesbæjar. Takk fyrir það. Hvernig hafa móttökurnar verið? Ég held að það hafa bara verið fínar. Já. Við höfum bara verið lukkuleg að fá mikið af gestum og fólk er bara spennt að koma til okkar. Já. Hvað er þetta að elda? Helst? Já, það er svona útgangspunkturinn er fiskur og grænmeti. Og við reynum eftir svona fremsta megni að svona vera á svæðinu með svona grunnhráefnið þegar það er hægt. Og höfum við samt síðan okkar svona stíl á réttunum en vinnum svona í gegnum þessa línu. Og þetta er svo sem ekki byrjað alveg að fullu. Við erum með 5 rétta seðil sem er svona næstu vikurnar. Og þar af leiðandi verður síðan í framhaldinu af því à la carte, sem sagt meira úrval. Það er nú ekki amalegt að bjóða upp á sjávarfangið á Suðurnesjum. Við erum svolítið búin að vera í fiski í marga áratugi. Bara alveg ótrúlega flott hráefni. Alveg ferskt og verður ekki betra bara. Já. En nú ertu búin að starfa víða, meistarakokkur og er þetta einhver önnur tilfinning að vera komin á? Þið eru með hérna, hvað er þetta ekki stór staður? Nei. Þetta er svona þessi litla huggulega eining. Þetta er ekki nema 30 sæti, þannig að þetta verður alltaf svona svolítið persónulegt líka. Eldhúsið er bara svona sniðið fyrir 2 kokka og sömuleiðis í þjónustunni. Þannig að en þetta er svona falleg stærð. Það er gaman að vinna, maður getur vandað sér svolítið í þessu umhverfi. Þetta fá fisk hérna úr nágrenninu eitthvað? Já. Við erum með hérna bleikju svona í forrétt, svona fallegan tartardisk. Það fáum við hérna frá Matorku hérna í Grindavík, úr landeldi. Síðan er þorskurinn okkar aðalrétturinn, hann er bara úr fiskvinnslunni hérna bara aðeins í göngufæri. Þannig að það er svolítið gaman að vinna þetta svona, að vera leiðin í vinnuna og stoppa þar til að ná í fiskinn. Spriklandi nýtt. Þetta þekkti maður svolítið þegar maður bjó erlendis. Já. Ég segja þetta svona, rómantískt. Já, algjörlega. Og gaman. Já. Þannig að, en hvað er nýtt í matreiðslu með grænmeti? Það, eins og þú segir, það er að aukast. Hvað getur gert þar? Grænmeti þarf náttúrulega að gera áhugavert. Það náttúrulega hérna koma upp með uppskrift sem er svona bragðgóð, fyrsta lagi náttúrulega. Og það er oft kannski svolítið meiri svona áskorun heldur en að vera með svona fiskstykki eða steik. Við erum til að mynda með rauðrófur hérna sem við erum búin að baka í hérna einhverja 3 klukkutíma, þannig að hún er mjúk og meir svona í gegn.
söltuð og pipruð og gljáð aðeins í svona bláberjum og balsamigediki. Og við erum með reykta jógurt undir, valhnetur, djúpsteikt kínoafræ og karsa, birkisíróp. Ég að telja upp svolítið af svona atriðum, en þetta er það sem kannski gerir svona þennan ekstra mun og því að þarna er orðið eitthvað einfalt hráefni, er orðið góður rétt. Við erum þetta 4 stjörnu hótel og það er alveg stefnan á að ná á svona stærri markað á næstunni. Við erum verið að skoða að fara inn í svona design hótelis og því líkt. Útlitið er svolítið sérstakt á hótelinu, þetta er mjög reisulegt og flott hérna, en er ykkur hugmynd á bak við það, þú veist? Já, þetta er í rauninni svona boutique hótel eða hönnunarhótel og svona þetta er kannski skandinavískur stíll sem er svona yfirráðandi og það var sem sagt í höndum A2F arkitekta að hanna hótelið. Og mér finnst þeir hafa tekist mjög vel til. Þetta er rosalega skemmtilegt hvernig svona þakið er og svona lerkiklæðningin á utan og það er reynt að hugsa út í að flæðið sé svona gott. Að það er svona þetta flæði í herbergjunum ásamt svona hlýleika sem að mætir fólki þegar það lappar inn. Og við leggjum alveg áherslu á það að svona sækja okkar viðskipti í okkar nærumhverfi. Þannig að allt frá sko fiskinum sem við erum með og líka alveg yfir í bara bjórinn. Við erum að kaupa af þeim mönnum í litla brugghúsinu og það er bara rosalega gaman að við erum með bjór sem heitir Bergið. Það er bara alveg ótrúlegt. Litla brugghúsið í Garðinum. Já. Suðurnesjabæ. Nákvæmlega. Já, það er skemmtilegt. Já. Þeir hafa bara, hannað þetta alveg, þeir hafa bara verið tilbúnir með þetta fyrir ykkur. Heldur betur. Já. Það er eins og þeir hafi fundið þetta á sér. Já. Þannig að það er bara æðislegt. Hefur hann bjórinn fengið góða dóma eða? Hann hefur alveg runnið vel. Já. Ofan í hólk. Já. Matti Óla, sandgerðingurinn frá Tálknafirði, eða Marteinn Ólafsson, lenti tvívegis á 20 árum sem sjómaður í alvarlegum sjávarháska. Við sýndum brot frá því í síðasta þætti, en Matti minnist þess að 30 ár voru liðin 20. febrúar frá björgun úr strandi Steindórs GK undir Krýsuvíkurbjargi, með útgáfu 3. hljómplötu sinnar Borgar Garðsins. Matti lýsi hér ótrúlegri upplifun þegar honum og skipverjum á Steindóri GK var bjargað. Og aðstæður þarna voru mjög slæmar. Hann var að snúa sér, það hafði verið sunnanátt, og hann var að snúa sér nóttina í norðanátt, sem gerir það að verkum að það myndast mikið niðurstreymi fram á bjarginu og sem kemur svo á móti öldunni, þannig að það myndast alveg gríðarlegt brim í fjörunni og við lendum þarna upp í bjarginu og það var bara skelfilegt, bara í orði sagt sko. En þetta voru vanir menn um borð og ein kona og Vigdís, vinkona mín og það var svona, sko, það var aldrei neitt óðagoti eða nokkur skapaðan hluti sem að greip sig hjá mannskapnum vegna þess að þetta snerist bara að bjargast. Ég held að enginn okkar hafi verið hræddur meðan á þessu stóð. Þetta svona, ég veit ekki almennilega hvernig á að koma orðum að því. Sko, meðan á þessu stendur þá eru allir einhentir í að komast af og það er ekki fyrir en eftir á sem áfölli kemur og
og þegar menn fara að átta sig á hverslega aðstæður þetta voru, sko. Já, þetta eru hrikalegar aðstæður, maður sér það og svona frá myndum af þessu þetta er að gerast, en björgunin er alveg ótrúleg að góð í rauninni, því fáið þarna Landhelgisgæslan kemur á þyrlunni og Ameríkanarnir, varnarliðsmennirnir koma líka og eftir á að hjálpa til. Já. Þannig að björgunin var giftusamleg. Já, þetta var í rauninni alveg... Við gríðarlega erfiðar aðstæður. Alveg gríðarlega erfiðar og þetta var alveg feikna mikið afrek sem að þyrlusveitin vann þarna við að bjarga okkur. Því að þetta var okkar eini möguleiki. Við áttum enga möguleika annan undir þessum kringumstæðum, sko. Þarna voru við kannski til að lýsa svona í grófum dráttum hvað það er sem gengur á. Aflið er svo mikið að þú stendur ekki undir því. Þú bara kólnar niður, þegar höggin koma, þá bara gefur líka með sig. Og þú bara kólnar niður bara eins og degi. Og það var ekkert, sko, þú gast ekki haldið þér, það var ekki nokkuð möguleiki. Þú varst að reyna að skorða þig einhvers staðar af. Og það var það sem við gerðum. Og við horfðum á járnið í skipinu, bara rifna eins og pappír fyrir augunum á okkur. Hvar voruð þið í skipinu? Flettist í sundur. Við vorum upp í brú. Og það var náttúrulega gríðarlega margt sem gekk á meðan á þessu stóð. Og brotin gengu yfir okkur hvert á fætur öðru. Og náttúrulega brotnaði allt sem brotna gat. Brúin fylltist af sjó. En sem betur fer þá komust við í flótgallana. Leið og við komust upp í brú. Þá komust við í flótgallana sem að halda á okkur hita. Sem að hjálpar okkur að halda krafti, sko. Það gengur gríðarlega fljótt á orkuna við svona kringumstæður, sko. En þetta, ég veit að maður getur ímyndað sér að tíminn er eflaust lengi að líða við svona aðstæður, en björgunin gekk hratt fyrir sig, það ekki? Jú, þegar til kom, þá gekk hún mjög hratt fyrir sig. Og þetta er alltaf mjög margt sem gengur á þarna og eitt af því sem gerist er að við náum að senda út neyðarkall áður en allt rafmagnslæðir út á skipinu. Og svo líður tíminn og við vitum ekkert hvort einhver hafi heyrt neyðarkallið. Við fréttum ekki að því fyrir seinna, sko, að neyðarkallið komst í skila og það voru skip sem voru þarna fyrir utan og þau biðu utan við brimgarðinn og eins og þau sáu þetta og menn lýstu því, þá töldu þeir enga möguleika að væri nokkuð maður á lífi borð í skipinu, sko. Það sem það veltist í briminu, sko. En sem betur fyrir þá komst neyðarkallið til skila og þyrlusveitin brást við. Og ég er nú ekki með alveg á hreinu hvað þetta eru marga mínútur. En þetta er einhver klukkutími eða eitthvað svoleiðis sem að líður þannig að þyrlan kemur á svæðið. Og þegar þyrlan kemur, þá heyrum við í henni í gegnum brimskaflana og við heyrum hann að fljúga yfir. Og svo hverfur hljóðið. Og við vorum alveg pottþéttir á því að hún hefði ekki fundið okkur. Þetta væri bara búið. En þá höfðu þeir þá flugu þeir yfir, skoðuðu aðstæður og svona mátuðu sig við þetta og flugu svo upp á bjargið, losuðu allt lauslegt úr þyrlunni og meðal annars eldsneyti. Tveir úr áhöfninni fóru úr þyrlunni, sjúkrabörur og annað, til þess að létta þyrluna vegna þess að það var svo mikið niðursog með bjarginu að þyrlan hafði ekki afl til að halda sér á lofti ásamt því að bjarga okkur. Og síðan komu þeir aftur og það þvílíkur léttir, það er ekki hægt að lýsa því með orðum, sko, að heyra hann að koma aftur. Og síðan hefjast björgunaraðgerðir og til þess að þeir svífa yfir okkur og þeir eru, þegar maður horfði upp, þeir voru neðan við bjargbrúnina
og manni fannst eins og spaðarnir væru að snerta bjargið, sko. Þeir voru svo nálægt bjarginu, sko. Og þeir slaka niður tauginni og þá þurftu við að komast úr brúnni út á brúarvanginn til þess að komast í taugina, sko. Og það var miklu meira en að segja það, sko. Og við hjálpuðumst að við það. Og ég hafði lent fyrir hnjaski þarna borð og var svolítið illa á mig kominn. Það hefði fallið saman hryggjarliðir og var svolítið kvalinn. Og ég fer fyrstur og ég hengdur í sigólina og hýður frá borði. Tilfinningin sem kom yfir mig, ég hef aldrei upplifað svona tilfinningu og ég vonandi á aldrei eftir að upplifa svona tilfinningu. Þarna áttaði maður sig á því að maður var hólpinn. Og þeir hífa mig upp í þyrluna og kom mér borð. Og svo ég sitt þarna og þeir eru að slaka ólinni niður aftur og sækja næsta skipbrosmann sem Vigdís. Og ég að fylgjast með þeim á meðan ég ligg hérna á gólfinu. Í þyrlunni? Í þyrlunni. Þetta var, ég veit ekki, þetta var ótrúlegt að fylgjast með þeim. Maður sér þetta ekki í nokkri bíómynd eða nokkuð skapaðan hlut, sko. Þeir voru svo einbeittir að hálfa væri nóg, sko. Og þyrlan, hún hreyfðist ekki fet. Hún var bara kjur, nákvæmlega. Og manni fannst, eins og ég sagði á hann, manni fannst maður geta snert bjargið. Og síðan kemur Vigdís upp og þá hafði hún ekki afl í meira þyrlan. Við vorum komin 2 borð. Og þá þurftu þeir að fara með okkur upp á bjargið og til þess að ná þyrlun á stað, þá þurftu þeir að steypa henni niður. Þeir náðu ekki að lyftinu, þeir þurftu að steypa þyrlunni niður og hún bara sleikti brimgarðinn og svo fór hún upp á bjargið og lét okkur þar niður. Þar var tekið á móti okkur og svo fór hún og sótti hina. Og svona gekk þetta og hún náði okkur í þremur ferðum. Við vorum 8. Þetta var bara, lukkan var með okkur hennan dag. Já, þetta var frekar óhugnanleg bið. Fannst okkur mjög löng. Og hún raunverulega hafi ekki verið löng. Ja, sjóinni gengu yfir hann á horni í bakbúsmiðinu aftan og hann barðist í grjótinu, sitt á hvað. Brotnaði fljótlega hurðin í brúnni og sjóinni gengu inn í brúnna og á okkur. Náttúrulega allt fullt að drasli fljótandi þarna. Við áttum bara fullt í fangi með að halda okkur og við færum ekki meðan við biðum. Báturinn liggur þarna undir bjargi sem þverhníftu bjargi og við þurfum að fara eiginlega undir bjargið. Spaðarnir voru svona í 5 til 10 metra fjalla frá bjargbrúninni og þar auðvitað ekki að vera fyrir neðan bjargið. Það er að segja að þá þessi vindur sem var að þá kom hann ofan á okkur og gerði okkur þar alveg endur erfiðara fyrir. En skyggni var gott og öðru leyti þá var þetta allt í lagi. Þið þurftu að fara gera þetta í 3 atrennum. Já, vélinn hún býður nú ekki upp á meira og við erum nú að byrja á því þegar við komum á svæðið að fljúga hana tölvöld frá og losa okkur við eldsneyti og við losuðum okkur við ein 400 kíló. En síðan þegar við komum að staðnum að þá hana lítill vindur og eins og ég segi urðum að fara hana undir bjargið og það gerði það verkum að við gátum aldrei tekið, fyrst tókum við 2 og síðan 3 og 3. Og það var vegna þessar aðstæðna sem þarna voru sem við viljum að gera það og svo náttúrulega þeirri staðreynd að vélin allt of lítil. Ég held að hefði veðrið verið aðeins verra þá hefði þarna jafnvel verið farið ef heldurinn fór. En maður getur aldrei fullyrt sko hvað hægt að gera en manni virtist þetta virkaði þannig á manni þetta hefði ekki mátt seinna verða. Það með ólíkindum hverju Matti Óla hefur lent í á lífsleiðinni.
en þið getið lesið viðtal við kappann í Víkurfréttum en einnig séð myndskeið þar sem hann lýsir fleiri ótrúlegum atvikum á sjó þegar hann tapaði aleigunni, misti marga ástvini og loks þegar hann velti stórum olíuflutningabíl í Ísafjarðardjúpi og þá hélt okkar maður að hann væri dáinn. Hér sjáum við heima í Vaffe á loðnuveiðum utan við Grindavíkum síðustu helgi en loðna hefur verið að veiðast við Reykjanesskagann síðustu sólarhringa. Það var Jón Steinar Sæmundsson úr Grindavík sem flaug dróna að loðnuskipinu og tók þessar frábæru myndir. Loðnuveiðar hafa gengið með ágætum og loðnu er víða að finna í kringum landið. Norski flotinn hefur veitt sín tæpu 42.000 tonn af 127.000 tonna heildarkvóta. Íslensku skipin hafa hins vegar beðið eftir því að loðnan verði verðmætari með aukinni hrognafyllingu. Þau hafa þó landað vel yfir 10.000 tonnum þar sem af er. Grænlenska uppsjávarskipið Polar Amrock fann á mánudag myndarlega loðnutorfu í Jökuldýpinu norðvestur af Garðskaga. Torfan var tæplega 5 mílna löng og þétt. Í fréttum hefur verið greint frá því að bara þessi eina torfa sé væntanlega nokkur 100.000 tonn. Talið er að hún gangi inn á Breiðafjörð og hrygni þar. Loðna er enn að finnast fyrir norðan land og er að veiðast fyrir austan og með allri suðurströndinni og inn á Faxaflóa. Leið við þakkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út 24 sína stútfullt blað í hverri viku, dreift frítt á Suðurnesjum og að sjálfsögðu líka á netinu, en einnig meðal annars í verslunum Samkaupa á Suðurnesjum. Fréttavefurinn okkar vaff.is er á fréttavaktinni alla daga vikunar og sömuleiðis kylfingur.is. En þar eru nýjustu golffréttirnar alla daga ársins. Í næstu viku ætlum við meðal annars að sýna ykkur töfrabrauð. Sjáumst þá og verið sæl.